Komið sæl. Berglind Rós Magnúsdóttir heiti ég og fundjastjóri hér í kvöld í stjórnmálaskóla Vinstri grænna. Umfjöllunarefni í kvöld lýðræði, popúlismi og vinstri stjórnmál. Þetta verður nokkuð hefðbundið fyrirkomulag. Valur Ingimundarson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, hann okkar aðalnúmer hér í kvöld. Og þar á eftir mun Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna, koma og vera með einhvers konar viðbrögð og tölu viðfangsefnið. Og svo munum við opna fyrir umræður í lokin. En þetta verður til 9:30 kvöld. Og já, ég bara ætla þá að byrja á því að bjóða Val Ingimundarson að gjöra svo vel. Þakka fyrir boðið og reyndar efni sem ég ætla að fjalla hann og dálítið, það engin sátt það og margar skilgreiningar eru settar fram popúlisma. Í samtímanum hefur hugtakið aðalega verið notað til að lýsa róttækum þjóðernisflokkum, ystu hægri væng sem hafa beint spjóti sínum að því sem nefnt hefur verið frjálslynt lýðræði, liberal democracy, hnattvæðingu, valdahópum almennt, flokkakerfinu, dómskerfinu og fjölmiðlum. Og helstu skotmörkin eru fjölmenningarhyggja, minnihlutahópar eins og útlendingur og innflytjendur, yfirþjóðleg bandalag, einkum Evrópusambandið og Íslam. Þjóðríki á sem sagt að endurspegla þjóðernislega og menningarlega einsleitni. En það einnig til popúlískar vinstri hefðir sem af allt öðrum toga þótt að fela einnig í sér gagnrýni á valdastéttir. Þar birtist popúlismi sem hugmyndafræði sem gengur út á róttæka andkapitalíska jafnaðarpólitík, einnig af flokkum sem rekjum á allt til þjóðarflokksins í Bandaríkjunum sem beitti sér í þágu smábænda og verkamanna gegn stórfyrirtækjum í lok 19. aldar og sem pólitískt afl eða aðferð í nafni fólksins til að sameina ólíka samfélagshópa í þeim tilgangi að gera grundvallar breytingar á samfélaginu. Podemos-flokkurinn til dæmis á Spáni vildi nota slíka aðferð til að berjast gegn nýfrjálshyggju og niðurskurðarstefnu stjórnvalda eftir fjármálakreppuna 2008. Í ljósi þessar andstæðna þarf ekki að koma á óvart að sumir vilja kasta einfaldlega hugtakinu fyrir róða. Það sé ekki upplýsandi heldur valdi ruglingi. Ekki bæti úr skáka í stjórnmálaorðræðu sem popúlismi eða skammaryrði, andstæðinga lýðræðisins, kynþáttahyggju, öfga þjóðernishyggju og aðferðir stjórnmálamanna til að auka vinsældir sínar með því að múta kjósendum. Og ýmislegt sé til í þessari gagnrýni og fáir hefðu sennilega viljað finna upp orðið popúlisma ef notkun þess hefði verið vituð fyrirfram. Það orðið svo rótgróið í almennri umræðu og líka fræðilegri umræðu að vonlaust að hætta að nota það. Tíminn styðjast við það hér, enda vil ég ekki auka óreiðuna með að láta sem hugtaki hafa aldrei verið til eða þessi fundur hafa aldrei verið haldinn. Svo ólíka merking sem lögð í popúlisma sýnir glögglega takmarkanir hugtaksins, en það má líka nota sem greiningatæki til að draga fram þeim mun sem á hægri og vinstri popúlisma. Í þessu interessant mun ég einblína á hægri popúlisma, enda hefur uppgangur hans í Evrópu síðasta áratug haft verulega áhrif á lýðræðisþróun og flokkapólitík. En það ekki síður deilt eðli og inntak þessar tegundar popúlisma. Þeir sem nefndir eru popúlisti vilja úr þessum ranni vilja til dæmis margir hverjir ekki samsama sig hugtakinu vegna þess að þessi iðulega beitt í neikvæðum tilgangi. Fræðimenn eru heldur ekki sammála hvernig skýra megi uppruna þessara popúlistíku bylgju sem riðið hefur verið yfir Evrópu og víðar. Sumir tengja hægri popúlista flokka beint við sögulegan arf fasisma eða nýfasisma. Aðrir líta svo á hér sem nútímalegt fyrirbæri að ræða sem rekja með til stjórnmálahræringa á 8. og 9. áratugnum eins og uppreisnar frjálshyggjunnar og mótmælaflokka gegn hárri skattlagningu sem síðan færðist yfir í andstöðu við fjölmenningu og innflytjendur. Og enn aðrir greina popúlisma sem samtímaleg viðbrögð við lýðræðishalla sem endurspeglu óánægju með ráðandi stjórnmálaöfl vegna þess að þau sniðgangi þarfir ákveðna samfélagshópa. Þannig verður ekki aðeins verið litið á hægri popúlisma sem andlýðræðislegt fyrirbæri sem getur leitt í valdboðshyggju eða authoritarianism á ensku,
heldur einnig sem lýðræðislegan kost sem miðar að því að færa völdin frá valdahópum til fólksins, svo þau sjálfir halda fram. Færa má rök fyrir því að huga þurfi bæði að sögulegum og samtímalegum þáttum, enda eiga popúlistaflokkar sér rætur í ólíku umhverfi þótt þau geti sameinast ákveðin baráttumál. Ég með því setja þá hér í vítt samhengi, svona í greiningu hugmyndafræði og félagslegum einkennum, pólitískum aðferðum auk þess að beina sérstaklega sjónum að bandamönnum þeirra. Það skiptir miklu máli og viðburðum annarra stjórnmálaafla á hægri og vinstri væng. Hægri popúlistaflokkar eru ekki beint afsprengi fasistaflokka áranna á milli stríða, þótt sumir þeirra hafi verið stofnaðir af fyrrverandi stuðningsmönnum fasista og aðrir rekja uppruna sinn til nýfasistaflokka sem komu til sögunnar eftir síðari heimsstyrjöld. Ólíkt fasistum segjast popúlistar ekki að vera á móti lýðræðinu, heldur vilji þvert á móti efla það með beinni þátttöku almennings. Þeir gagnrýna flokkakerfið sem þeir telja að þjóni andlýðræðislegum sérhagsmunum. Þeir hafna því frjálslyndis hugmyndum sem ganga út á að lýðræði byggjast á togstreitu ólíkra pólitískra og félagslegra afla. Þeir vilja stytta boðleiðir milli stjórnvalda og almennings, oft fyrir tilstuðlan sterkra valdamanna, en einnig með þjóðaratkvæðagreiðslu. Popúlistaflokkar hafa gert sér far að tengjast ekki sögulegum fasisma opinberlega vegna þeirra pólitísku stimplunar sem því fylgir. Þeir óttast að fasískar fyrirmyndir dragi úr áhrifum og aðdráttarafli þeirra. Þeir samt stundum vísa í orðræðu í fasisma og sem var á þeim tíma. Til dæmis Matteo Salvini, sem fyrrverandi innanríkisráðherra Ítalíu, hefur til dæmis vitni orð Mussolinis, margir óvinir, mikill heiður og það eru öfl í þýska þjóðarflokknum, valkosti við Þýskaland sem gerir lítið úr stríðsglæpum Þjóðverja í síðari heimsstyrjöld til að nóg sé að koma opinberri minningapólitík helförina. Þeir segja líka til þess að minnismerkið í miðri Berlín sé táknum bara skömm. Og svo að það má alveg finna þetta og það eru venjulega í þessum flokkum eru hópar, þó þessi ekki endilega ráðandi, sem fylgja, sem tengja mjög við fasista tradísjónir. Samt popúlistaflokkar samtímans eru jafn ólíkir innbyrðis og misróttekir eins og herskáir þjóðernisflokkar fortíðarinnar. Það er líka erfitt að tala þverþjóðlega samvinnu eða samstöðu flokka í ólíku löndum sem kenna sig við þjóðernishyggju. Fasistaflokkar enda þurftu líka að glíma við þetta vandamál. Sumir kenndu sig til dæmis við ítalskan fasisma og aðrir við nasisma. Flestir popúlistaflokkar eiga það skylt með fasistaflokkum að vilja hvorki skilgreina sig til hægri en í vinstri. Það hún reynda líka á við marga nýja flokkar sem eru komin, svo það sjálfu sér þarf ekki að vera neitt einkenni. Það sama má segja andúð þeirra á milliríkjabandalögum eða yfirþjóðlegum samtökum eins og Þjóðabandalaginu, 3. og 4. áratugnum og Evrópusambandinu nú á tímum. Og annað sameiginlegt einkenni má kenna við sjálfsmyndarstjórnmál, identity politics, og þörfina á að bregðast við ógn sem talin stafa af þjóðernis og menningar hnignun. Þetta líka þá ákveðin eitthvað bergmál af fortíðinni. Með því að berjast gegn meintri spillingu og veikleika ráðandi valdahópa líta popúlistar á sig sem pólitískt utangarðsafl sem sé þess umkomið að bjarga þjóðinni úr ógöngum. Þjóðernis áráðu gegn minnihlutahópum tekur stundum á sig mynd menningarlegar kynþáttahyggju. Fáir samt, nema þeir allra róttækustu eins og gullin dögun í Grikklandi, kennast þau beint við blóð og jörð, eins og nasistaflokkurinn. En með hugmyndum hinna einu þjóð eða heild, sem þó allir heyri ekki til, er gefið í skyn að allir hafi sömu hagsmuni, sem ýtir undir kröfu hugmyndafræðilega samlögun. En það er líka ýmislegt frábrigði með popúlistaflokkum og fasistaflokkum. Opinbert, eins og ég bent á, opinbert markmið en að fyrrnefndir ekki ganga lýðræðiskerfinu dauðu og koma innræðandi sterks forystu karlsleiðtoga. Þetta var alveg skýrt bæði með fasista og nasista að þeir ætluðu sér að afnema þingræðiskerfið. Og hægri popúlistar styðja kapítalisma, en í fyrstu stefnuskrá fasista mátti greina gagnrýni á hana, þótt þeir hafi síðan fallið mjög frá henni. Og þótt þeir séu andvígir ákveðnum birtingamyndum
kapitalisma eins og hnattvæðingu og vilja ekki koma á korporatisma í anda fasisma, þar sem atvinnurekendum og verkamönnum var gert að starfa saman í starfsgreinasamtökum undir stjórn flokks og ríkis. En það sem kannski mesti munurinn í dag og fortíðarflokkum að popúlistaflokkar nota almennt ekki ofbeldi til að koma stefnumálum sínum á framfæri eða í vopnuðum sveitum sem var þar, bæði á Ítalíu og víða alla Evrópu á árunum milli stríða. En það var einmitt helsta einkenni stjórnmálabaráttu fasista. Hins vegar geta þeir auðvitað skapað aðstæður og skilyrði fyrir ofbeldið með hatursorðræðu sinni. Popúlistar beina spjóti sínum einkum með vinstrimönnum sem þeir saka alþjóðahyggju og fjölmenningu sem mennt á, berjast ekki lengur gegn marxískri hugmyndafræði í krafti andkommunisma. Enda hefur náttúrulega hið pólitíska landslag breyst svo mikið frá því að Sovétríkin liðu undir lok. Enginn evrópskur hægri popúlistaflokkur opinberlega fylgjandi hernaðarlegri landvinningastefnu og kröfur endurheimt landsvæða sé að finna í stefnuskrám sumra eins og Jobbik-hreyfingarinnar í Ungverjalandi. Almennt eru þeir sem styðja landamærabreytingar í Evrópu fremur talsmenn aðskilnaðar út frá þjóðernismörkum en útþenslustefnu. Og ennfremur bindur gyðingahatur ekki marga þessara flokka saman hugmyndafræðilega og flesti þeirra styðja Ísrael. Og þessi staði andúð íslam og múslimum ráðandi í stefnuskrá þeirra. En þegar leitast við að túlka og bera saman popúlistaflokka samtímasins stjórnmálaflokka fortíðarinnar ekki nóg að huga að hugmyndafræðinni. Hægri þjóðernisflokkar eru sjaldan færir að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda eða aðra flokka nema þeir hafa einhverju hlutverki að gegna í flokkakerfinu. Eins og á árunum milli stríða hafa slíkir flokkar fram að þessu bundið trú sitt við íhaldsöfl þegar þeir hafa fengið tækifæri til þess að hafa áhrif á þeim svo stjórnarmyndun. Það hefur dregið úr trúveruleika málflutnings þeirra að þeir staðsetja sig hvorki til hægri né vinstri. Með beinum og óbeinum stuðningi og stundum í ríkisstjórnarsetu hafa þeir gert íhaldsflokkum kleift að mynda meirihluta og minnihlutastjórnir. En sú spurning á við jafnt nú sem áður hvort íhaldsmenn geti haldið hinum róttæku öflum hægriöflum í skefjum eða eitt áhrifum þeirra með því að fá það á sitt band eða bæla þá niður eða hvort þeir freistist til að taka upp atriði úr stefnuskrá þeirra í samkeppni við þá atkvæði. Náttúrulega uppgang þessa hægri popúlistaflokks sem hefur komið fram á síðustu árum hefur verið að setja það í samhengi við fjármálakreppuna og líka aukinn straum flóttamanna til Evrópu. Það gerði þeim kleift að ráðast gegn elitum fyrir að hafa brugðist almenningi eins og þeir nefndu það með að kippa fótunum undan efnahagslegu og félagslegu öryggi. Þeir hafa enn ekki reynst nægilega sterkir til að ná meirihluta á þingi í Vestur- og Norður-Evrópu, enda fer aðdráttarafl þeirra mjög eftir pólitískum aðstæðum í hverju landi. Sums staðar hefur íhaldsflokkum og sósíaldemókratískum flokkum tekist að halda niðri þjóðernisflokkum með því að sniðganga þá eða veikja þá með að gera sumar hugmyndir þeirra að sínum. En bandalag með hægri og vinstriflokka hefur líka orðið vatn á myllu popúlistaflokka sem lítur svo á að þessi birtingamynd samtryggingakerfis. Stundum hafa kerfislægi þættir líka dregið úr vexti popúlistaflokka. Þannig hefur þeim gengið mun verr að ná fótfestu á þjóðþingum í þeim ríkjum þar sem hlutfallskosningar ekki við lífið. Í öðrum tilvikum hafa íhaldsflokkar grafið undan þeim við að taka upp harða þjóðernisstefnu, sem ég var að segja. Og loks hafa líka, sem hefur veikt á, hafa svona innbyrðis deilur og óeining dregið mjög máttinn úr sumum þessara flokka. Samt vil ég meina að það ekki að vera popúlism sem ná hámarki sem að benda á Brexit eða Trump að það bara náðu svona 2016. Nokkur þessar flokka hafa mist flugi á þessu ári til dæmis, en það ekki algilt. Og þeir hafa líka gert afdrifarík mistök eins og Salvini á Ítalíu þegar fór út úr stjórninni þar. Og sama má segja þetta spillingamál sem kom upp í Austurríki, þar sem frelsisflokkurinn hafi verið sterkur. Og þeir mistu þá fylgi í þessu síðustu kosningum. Það líka orðið klofningu með danskra popúlista. En samt, það breytir því ekki að þessi flokkar eru út alla Evrópu og eru í mörgum tilvikum með kringum 15–20% kjósenda. Og þeir sækja fylgi sitt bæði til kjósendur sem áður hefur kosið hægri og vinstriflokka. Stuðningur þeirra enn mun meiri meðal karla en kvenna
En margt bendi þó til að kynjabilið sé að minnka og að konur, einkum í láglaunastörfum, styðji slíka flokka að því virðist að svipuðum ástæðum og oft karlar, að hefðbundnir flokkar hefðu ekki til þeirra eða síðan mikinn áhuga. Þegar austurríski frelsisflokkurinn fór eins og fleiri popúlista flokkar láta til sín taka á 9. áratugum, það kom mikið upp þar, sérstaklega með þegar Haider í Austurríki, þá gekk hugmyndafræðin út á tvennt, að berjast gegn valdakerfi íhaldsmanna og sósíaldemókrata sem höfðu stjórnað Austurríki frá stríðslokum og taka upp harða frjálshyggju í efnahagsmálum til að lækka ríkisvöld og svoleiðis. Þetta voru frjálshyggjuflokkar og þetta þótti að vera með skírskotun til fortíðarinnar, þá litu líka voru mikið fram á við, vildu vera svona flottum jakkafötum, keyra hraðskreiða bíla og svoleiðis. Það var Haider, var mikið svona sambræðingur. Og síðan fóru þeir að leggja meira áherslu á velferðarmál. Og í áróðri hægri popúlista til varnar velferðarríkinu má greina þjóðernishyggju sem beinist að þeim sem tilheyra ekki þjóðinni. Og áherslun er ofta óflekkaða og menningarlega einsleitni þar sem velferðarríki gegnir jafnvel bara hlutverki, sögulegu hlutverki að styrkja þjóðarímyndina eins og þetta í Skandinavíu. Það bara litið á þetta sem svona hluta sem alveg taka alveg heilsugur undir. En alltaf minnihlutahópar og af erlendum uppruna ekki hluta þessari sögu. Þótt hægri popúlisti séu íhaldssamir þegar kemur að jafnréttismálum og kynfrelsi og eru því víkjandi, hafa þeir áttað sig á því, sérstaklega í Skandinavíu, að vonlaust að kollvarpa ríkjandi viðhorfum á þess að koma niður á fylgi þeirra, ekki síst meðal kvenna. Og áður gekk stefnuskóp popúlista flokka mikið út á að vernda hefðbundið fjölskyldugildi og hlutverk konunnar væri að sinna börnum á heimili. Flokkarnir voru og eru margir enn á móti hjónaböndum samkynhneigðra, en á síðustu árum hafa sumir flokkarnir tekið upp frjálslyndari stefnu í þessum málum til að breikka hugmyndarfræðilega skírskotun sína. Þess með að sýna konum út á vinnumarkaðnum stuðning, sem Marine Le Pen í Frakklandi hefur gert það, og það er líka svona til að reyna að þvo af sér þennan stimpil að þessu fjandsamlegi flokkar. Auk þess gegna líka konur leiðtogar hlutverki í nokkrum tilfellum. Le Pen leiðir þjóðabandalagi í Frakklandi, Alice Weidel í forystusveit þýska popúlistaflokksins og Siv Jensen formaður norska framfaraflokksins sem þó hófsamari en margir aðrir popúlistaflokkar. Svo það sem þessi flokkar hafa líka gert er að bregða það ráð að gefa hugtökum eins og jafnræði kynjanna nýja merkingu með því að tengja það við baráttunni gegn útlendingum. Þeir segjast vilja verja velferðarkerfið í þágu meirihlutans og reyna síðan að koma í veg fyrir að minnihlutahópar njóti þessara réttinda. Þeir lofa stundum vestrænar jafnréttisfyrirmyndir með því að halda því fram að þeim stafi hætta af íslömsku feðraveldi. Þannig gagnrýna þeir ekki aðeins innflytjendur sem þeir setja venjulega undir einn hatt, heldur einnig feminista, fyrir að verja ekki múslimska konur gegn kúgun. Og þannig gefa þessu út fyrir að vera málsvarar erlendra kvenna á sama tíma þau vilja helst að þeir yfirgefa landið. Svo það er þetta er svona leiðin til að komast inn í þessu umræðu. Og þeir hafa ekkert skilið við eðlishyggju í hugmyndafræði sinni. En í stað þess að ég segja að hafna ríkjandi gildismati reynt að grafa undan því. Haldið er áfram að hvetja konur til barneigna til að sporna við lækkandi fæðingartíðni þjóðarinnar. Og í staðinn fyrir að anda við réttinum til þungurrofs er lögð áhersla á rétt kvenna til að eiga börn. Þar er komin áherslan. Og það er sama að segja stuðning við samkynhneigð. Það er sett í samhengi við bann við samkynhneigð í múslimaríkjum. Markmið er að nota orðræðu kyn til að sýna fram á yfirburði eigin menningar gagnvart öðrum. Popúlistaflokkar hafa náð árangri í að brjóta upp hefðbundna hægri vinstri skiptingu í stjórnmálum til að koma stefnumálum sínum á dagskrá þjóðmálaumræðunnar, ekki síst innflytjendamálum, auk þess sem þeir hafa fært sér í nyt veikleika Evrópusambandsins. En þrátt fyrir að berjast á móti valdahópum eru popúlistaflokkar í langflestum tilfellum reiðubúnir að starfa með íhaldsflokkum, sem ég var að segja hann. Annaðhvort með að fara með stjórn eins og Austurríki, Finnland eða Noregi, eða veita þeim stuðning á þingi eins og þau gerði í Danmörku. Og það hefur náttúrulega gefið þeim kjöraðstöðu til að koma sér á framfæri. Og það hefur samt þýtt, sérstaklega á Norðurlöndunum, þeir hafa þurft að milda stefnuskrá sína, skiptum fyrir beina
og óbeina stjórnarábyrgð. Reynslan af stjórnarsamvinnu íhaldsmenn hefur þó stundum reynst róttækum hægri flokkum erfið. Ef þeir taka sæti í ríkisstjórn eiga þeir að hætta að glata stöðu sinni sem utangarðsafl og neyðast til að gera hugmyndafræðilegar málamiðlanir sem geta leitt til fylgistaps. Skandinavísku flokkarnir núna eru gott dæmi þess. Stundum eru þjóðernissinnaðir íhaldsmenn eins og forsætisráðherra Ungverjalands Viktor Orbán og valdamesti maðurinn í Póllandi Jarosław Kaczynski flokkaðir með popúlistum. Þeir hafa tekið upp mjög harða stefnu gegn innflytjendum og fjölmenningu og gripið með beinum hætti inn í dómsvaldið til að koma sínum mönnum að og gert breytingar á stjórnarskrá í Ungverjalandi. Sumir fræðimenn hafa notað hugtakið valdboðspopúlismu þetta, authoritarian populism, sem gengið út frá mjög víðtækri skilgreiningu á því hver sé popúlisti. Það má vel vera að hægri popúlistar í Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu líti á Orbán sem einhvers konar fyrirmynd, þá gera það ekki allir, alls ekki. Það má vel spyrja að því hvort hægri popúlistar muni gera það sama á Orbán ef þau komast einnig til valda í þessu ríkjum. Taka yfir ríkisvaldið, veikja réttarkerfi og berjast gegn frjálsum félagasamtökum. En ég tel samt að það eigi að gera greinarmun á stjórnarflokkunum í Ungverjalandi og Póllandi og þeim popúlistaflokkum sem ég hef verið að lýsa. Þótt Orbán beiti mjög öfgafylltur orðræðu gegn útlendingum til dæmis og segist ég að mikið sameiginlegt með hægri popúlistum eins og Salvini á Ítalíu er henni í grunninn þjóðernis íhaldsmaður og hefur starfað með íhaldsflokkum í Evrópu. Hún hefur verið hótað því að reka hann úr hópi með hægri flokka á Evrópuþinginu, en þeir hafa ekki ennþá gert alvöru úr hótun sinni. Það sama má segja Kaczynski. Hann fylgir svipaðri stefnu og popúlistar þegar kemur að innflytjendamálum eða Evrópusambandinu, en hann hefur ekki viljað tengja sig við neitt flokk beint við þessa popúlistaflokk sem ég hef verið að tala um. Hann telur suma þeirra að vera of róttæka. Þetta er meiri svona, maður sé að vísi fortíðina, þetta eru þessi stjórnarflokkar í þessu tveimur löndum eru svona valdboðsflokkar, svona meira fyrir kyrstuð heldur en þetta er að mobilisera samfélagið stöðu. Og svo er það líka sem flækir málið náttúrulega utanríkisstefna. Sumir þessar popúlistaflokki í Vestur-Evrópu, eins og Ítalíu og í Frakklandi, þeir vilja starfa með svona taka undir margt í utanríkisstefnu Rússa, en það þýðir ekki að segja það við Pólverja eða popúlista í Eystrasaltsríkjunum. Það er náttúrulega alveg tabú. Það er mjög svona andrússnesk viðhorf þar. Og það beinir sjónum að því hve hefðbundnir íhaldsflokkar eru í raun ósamstíga í afstöðunni til róttækra þjóðernisdrauma í samtímanum. Eins og ég bent á hafa sumir ekki vilja fyrir sér að taka upp stefnumál eins og í innflytjendamálum, en aðrir hafa svona staðist þessa freistingu og enn er andstæða við það í sumum ríkjum að reiða sig á stuðning þeirra við stjórnarmyndun. Ég meina Angela Merkel í Þýskalandi er gott dæmi, það er náttúrulega líka á sögulegum, ekki síður en hugmyndafræðilegum ástæðum. Frakklandi er það sama, hafa íhaldsmenn hafnað samvinnu við þjóðabandalag Marine Le Pen. Í Svíþjóð líka, þó að hægri flokkurinn þar starfi með samt Svíþjóðardemókrötunum hefur gert það eftir sveitarstjórnarkosningar til að halda völdum. Og íhaldsmaðurinn Sebastian Kurz sem er að verða núna aftur kanslari Austurríkis og hann hefur tekið upp mjög harða líka stefnu í innflytjendamálum og gagnvart íslam og unnið með frelsisflokknum, sem ég var að segja. En það er ekki samt hægt að setja hann undir sama hatt og Orbán og Kaczynski. Og hann hefur til dæmis gagnrýnt Orbán fyrir að stefna sjálfstæði dómstóli í hættu og er mun jákvæðari í garð Evrópusambandsins. Og þetta er dálítið svona flókin blanda, þessi íhaldsflokkar núna. Hvað þá með Trump? Er hann popúlisti? Orðræða hann sýnir að hann á ýmislegt sameiginlegt með þeim. Náttúrulega og hefur, hann sakar andstæðinga svona spillingu og pólitíska rétthugsun og í hugmyndafræðinni reynir hann að samhæfa tvennt, efnahagslega þjóðernishyggju og hræðsluáróður gegn minnihlutahópum, útlendingum og hann höfðar líka einnig til lægri millistétta einhver hvítra kalla. Þrátt fyrir það má lítið svo að hann sé ekki hinn dæmigerði popúlisti, hann er líka hluti af valdahópi sjálfur og líka eins og ríkisstjórnin er samsett, hún er líka hluti af ákveðnu kerfi, valdakerfi. Afstaða hans í velferðarmálum
eins og andstæða hans við ríkisstyrkta heilbrigðisþjónustu ekki í samræmi við nýlegar áherslur evrópska popúlista á þann málaflokk. Og hann hefur heldur ekki eigin flokk, þótt honum hafi nú tekist ansi mikið að snúa repúblikánaflokknum til fylgis við sig. Þar hefur hann enn sterkt kjarnafylgi og hefur fram að þessu tryggt fyrir hollustu repúblikana á þingi þótt staða hans hafi veikst undanfarna viku. Og þrátt fyrir áráðu gegn íslams er hann ekkert athugavert við af efnahags- og landfræði pólitískum ástæðum að vinna náið með Sádi-Aröbum. Þannig að því meira sameiginlegt með meira með þessum hægri valdboðsleiðtogum sem ég verið að tala heldur en þessum popúlistaflokkum popúlistum í Evrópu, í vestur og norður Evrópu. Áhrif hægri popúlisma á stefnu hefðbundinna vinstri flokka eru öðruvísi. Popúlistaflokkum hefur tekist að höggva skörð í raðir kjósenda þeirra með því að leggja aukna áherslu á félagslega þætti og á kostnað frjálshyggjunnar í þessari hugmyndafræði þeirra. Þeir hafa tengt málflutning sinn gegn útlendingu við félagslegt öryggi, því halda því fram að erlend vinnuafl sé að taka störf sem eru fyrir. Markmiðið er einnig að sýna að þeir skilgreina sig ekki út frá hefðbundnum hægri og vinstri mælikvörðum eins og ég nefnt. Og í sumum tilfellum hafa vinstri flokkar brugðist við þessari samkeppni því að taka mun harðari afstöðu í innflytjendamálum eins og danski sósíaldemókratar. En það sem almennt er talið að stafi ekki nægilega svona mikil kerfislega hætta af popúlistaflokkum í dag í Evrópu. Ég er ekki að tala um Austur-Evrópu hér. Það verður líka alltaf að setja einhvern veginn Austur-Evrópu í annað samhengi, svona líka sögulegum ástæðum. Sér maður ekki að það sé að fara að gerast að sósíaldemókratar eða róttækir vinstri flokkar, kannski græningjar, taki upp einhverja samfylkingarstefnu eins og gegn popúlisma eins og fasisma á árunum eins og 4. áratugnum, þótt það hefði náttúrulega verið orðið allt of seint sem það var gert. Viðkvæðið hefur verið dálítið að vera ekki útilokað á ef þeir hafa þessu löglega og einnig líka það hefur verið bent á að þeir geti styrkt á ef þeir geti buðið sér í svona líki fórnarlambs eða svona útilokun, finna fyrir einhver útilokun, geta sýnt fram á hana. En spurningin er alltaf hvar á að draga mörkin. Eftir að hafa fordæmt popúlista það sem standa fyrir hafa sumir jafnaðarmannaflokkar opnað á stjórnarsamstarf með þeim, til dæmis eins og í Austurríki. Og það felur tvennt í sér. Annars vegar viðurkenning á því að popúlistaflokkarnir sé orðnir hlutaflokk í kerfinu, alveg bara, þeir eru bara eins og venjulegur flokkur. Og hins vegar að betra sé, eins og ég var að segja, betra sé ekki útiloka á samvinnu og það kunni líka halda vinstrimönnum frá völdum. Það er líka hugsað þannig taktist. Og svo hefur verið bent á að rekja með að hluta til uppganga þessara flokka til þess að vinstri flokkarnir hafi fjarlægst rætur sínar. Því mist fylgi sitt aðeins meðal verkafólks. Og það þurfa að viðurkenna að stuðningur við Le Pen eða Salvini endurspegli félagslega misskiptingu og sem hefðbundin stjórnmálaöfl hafi ekki brugðist við. Þannig hafi popúlistarnir náð að höfða til þeirra sem standa höllum fæti. Sumir róttækir vinstri hugsiðir, eins og Central Move, taka undir þetta sjónarmið og telja að það er að taka hægri popúlista alvarlega og sem á gagnrýni þeirra á spillta valdahópa, samtryggingu stjórnmálamanna, tækniveldi og líberalisma. Þetta eru helstu andstæðingarnir, en þá taka á alvarlega sem andstæðingar, hún reyndar sér fram á það að popúlistarnir muni ná miklu sterkari stöðu en þeir hafa í dag, sem svona maður sér ekki alveg kannski alveg núna í kortunum, en hvað sem framtíðin fyrir skautið sér. Hún vill að róttækir vinstri flokkar notfæri sér popúlisma sem aðferð, sem bentum þannig upphafi, til að mynda bandalag með öðrum vinstriöflum, þó ekki sósíaldemókratísk öfl, hún er alveg á móti því. En það mun alltaf gera málaðmiðlana við frjálshyggjuöfl. Hún er alveg skeruð til að reyna að ná meirihluta á þingi, ná einhver svona innanfrá. Þetta er ekki svona byltingar verkefni hjá henni. Hún vill ekki, sem sagt, ég er að klára, hún vill ekki, hún vill ekki, þetta sé bara innan kerfisins, það er hugsað hjá henni. Hún notar þá einmitt thatcherisma sem dæmi, svona ná einhverju svoleiðis forræði inn í kerfinu, stjórnmálakerfinu, en bara á vinstri vægnum. En eins og staðan er í dag, og þessi flokkar sem eru að vísa til eru bara ekki nærri því nógu stórir til að eiga möguleika á því að leiða slíka baráttu. Það er aðeins kannski í ríkjum eins og Portúgal, það sem hægri popúlistar gegna engu hlutverki
að sósíalistar sem eru lengra til vinstri en sósíaldemókratar þarna hafa myndað stjórn með róttækum smáflokkum. Þar þetta svona eiginlega módela svona einhver leyti að virka. Aðrir á vinstrivæðingu, og það náttúrulega verið líka að leggja áherslu að taka ekki undir þessi sjónarmið að eiga að normalisera popúlistaflokka og segja einmitt að það eigi og ekki líta þessum lögmæta andstæðinga, ekki síst vegna þessar hatursfullu orðræðu sem þeir beita og hægri populismi sé ekki lýðræðisafl þótt þeir segjast vera það. Þetta er birtingarmynd, bara ein birtingarmynd fasisma og kynþáttahyggju og það séu öðrum toga heldur en á fjórða áratugnum. Það er sem sagt að og líka það verið að vara líka vinstriflokka við að leita í smiðju þjóðernishyggju og alveg svona harðast þjóðernishyggju til að endurheimta fylgi frá hægri populistum. Þetta hefur verið svona mennir að stund eins og í Frakklandi hefur verið að þar hafa vinstri Le Pen hefur náð að fá fylgi fyrir þess kommunista og til sín. Það er svona hvernig á að fá það tilbaka. Þá var spurning hvernig hvað aðferðum á að beita. En svo ég endi þetta að það er engin sátt meðal vinstriflokka hvernig að bregðast við hægri popúlisma. En sko eins og verið benda á staðreyndinni svo að fylgi slíkar flokkara hefur meira en tvöfaldast á stuttum tíma og þessi flokkar hafa haft veruleg áhrif á stjórnarstefnuna og því má heldur ekki gleyma að þessi hægri flokkar eru ekki bara sundrungarafl, þeir eru ekki, heldur eru líka í þessu stjórnmálakerfi, þeir þjóna einnig til hlutverki að styrkja ríkjandi valdahópa. Eins mótsagnkennt og það kannski hljómar í ljósi hugmyndafræði þeirra, en það er þess vegna ekki nóg bara að einblína á pólitísku orðræðu, stefnu og aðgerðir þeirra, popúlistana. Það verður líka að beina sjónum að hugsanlegum bandamönnum þeirra. Eins og ég lýst hér eru íhaldsmenn af margs konar ástæðum klofnir í afstöðu sinni, en saga sýnir að þeir hafa stundum, að þessu öfl hafa stundum veðjað á svona fasísku öfl eða mjög róttæk þjóðernisöfl sem víl ekki fyrir sér að snúa baki við réttaríkinu á krepputímum og í því felst viðvörun úr fortíðinni. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Valur. Þið fáið náttúrulega tækifæri til þess að varpa spurningum til Vals hérna á eftir, en næst býð ég í pontu Katrínu Jakobsdóttur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og takk Valur fyrir þitt megin erindi hér í þessum lesring hér í kvöld, eins og ég kýs nú að kalla þetta. Og það er ágætt að fá tækifæri til að velta aðeins fyrir sér þessu hugtaki sem við erum svo oft núna, við erum alltaf með þetta hönd, þetta hugtak popúlismi, og mér fannst erindi þitt í raun og veru draga svo vel fram hversu flókið það er í notkun. Þetta við vitum í raun og veru bara út frá því hvað orðið í raun og veru merkir, það er að segja sá sem talar fyrir fólkið, og leið og maður hugsar það, þá auðvitað sýnir það hversu flókið er að skilgreina hvað er popúlisti. Og þetta er stundum kallað lýðskrum á íslensku sem er dálítið annað en popúlismi og þess vegna er erfitt að nota það orð. Við getum reynt að tala um eitthvað sem við getum kallað almúgastjórnmál og það hefur verið reynt að nota það orð, það er að segja stjórnmál fyrir almúgan. En þá erum við alltaf að horfa fram hjá inntaki þeirra sem nýta sér aðferðir popúlisma. Nú við höfum heyrt talað vinstri popúlista og hægri popúlista. Jeremy Corbyn, hann hefur verið kallaður popúlisti fyrir það að vilja þjóðnýta járnbrautarkerfið sem er þó töluvert mikill stuðningur við einmitt, en það hefur verið kallað popúlismi vegna þess kannski einmitt að það er mikill stuðningur við það og þá nýta andstæðingarnir sér þetta orð til að draga úr þessum málflutningi. Bernie Sanders er annar sem hefur verið kallaður popúlisti fyrir að tala fyrir 99% og gegn 1%. Og svo erum við með hægri vænginn þar sem við erum
oftar að tala um popúlista, en mér fannst mjög áhugavert sem þú sagðir að þú gerðir þessa aðgreiningu og ég held að við getum kannski aðeins fengið að spyrja nánar út í það á eftir á milli flokka eins og pólska flokksins Laga og reglu, flokks Viktor Orbáns annars vegar og hins vegar þessara evrópsku popúlistaflokka eins og við þekkjum til dæmis á Norðurlöndum, Svíþjóðardemókratana, Framfaraflokksins og Dansk Folkeparti, Sannra Finna sem eru samt dálítið öðruvísi flokkar sko, eða ólíki flokkar innbyrðis. En fyrst og fremst hef ég horft á popúlisma sem aðferðafræði þeirra sem tala fyrir það sem við getum kallað fólkið og setja sig í þá stöðu að þeir geti tala fyrir fólkið og þá skiptir máli einmitt að hlusta eftir því til hvaða fólks er verið að vísa. Til hvaða fólks er verið að vísa þegar stjórnmálamenn tala fyrir fólki og við höfum held ég öll sem störfum í stjórnmálum á einhverjum tímapunkti gripið til þessar aðferðafræði. Nú er ég hér að tala fyrir fólki í landinu, segjum við, og fyrir hvern erum við þá að tala. Og ég held að það sé ágætlega hollt fyrir okkur öll að velta því fyrir okkur hvenær nýtum við þessa orðræðu. Stundum erum við að tala fyrir tekjulága hópa, stundum erum við að tala fyrir ákveðnar stéttir. Við getum velt því fyrir okkur síðan til hvaða landshluta sækja stjórnmálamenn sem eru að tala fyrir fólkið þegar Trump, sem kannski ekki popúlisti, segir Make America Great Again, hvaða Ameríku er hann að tala? Því svo horfum við á það að hann er með 2% fylgi samkvæmt nýlegri skoðanakönnun í New York borg, þannig að hann er ekki að tala um þá Ameríku, en hann er kannski að tala um einhverja aðra Ameríku, til dæmis Miðvesturíkin eða Suðuríkin eða eitthvað slíkt. Og til hvaða fólk á hann við og hvaða Ameríku á hann við þegar hann talar fyrir þessu. Og þá hefur það oft skilað sér, eins og Valur fór svo ágætlega yfir, að þá eru einhverjir aðrir sem eru ekki hluta af þessu fólki. Og stundum eru það innflytjendur, stundum eru það sérfræðingarnir, kerfið, sem viðkomandi stjórnmálamaður stillir sér það upp á móti og segir, ég er nú að tala fyrir fólki, ég er ekki hér að tala út úr munni einhverja háskólaborgara, segi ég og horfi hér á fundarstjóra og val. Ég er nú ekki að tala fyrir kerfi, ég er að tala hérna fyrir fólkið sem er aðeins annað en þið. Og þá eru þið leið ekki lengur hluta fólkinu, þjóðinni, almennings í landinu. Og það er kannski það sem mér finnst einkenna popúlistana, það er þessi aðgreinandi orðræða að leið og þú ert að tala fyrir eitthvað fólk og maður hlustar eftir því fyrir hvaða fólk ert þú að tala, þá ert leið að segja einhverju aðrir tilheyra ekki þessu fólki. Séu það múslimar, aðrir innflytjendur eða sérfræðingar. Og þá kannski komum við að því þegar við erum að tala um popúlisma að þar er oft vegið að því sem við höfum kallað lýðræðislegar stofnanir. Stofnanir sem fela í sér einhvers konar minnihlutavernd, réttarríkið. Og þess vegna velti ég nú fyrir mér, þegar ég var að hlusta á val, þá rifjaðist upp fyrir mér afmæli mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem fagnaði sínu 70 ára afmæli var það ekki í fyrra. Hefði hún verið skrifuð í dag? Því hún snýst mjög mikið einmitt réttindi minnihlutahópana, þeirra sem er ekki endilega hluti af fólkinu þegar popúlistarnir tala. Nú síðan er það rétt að innan þessara popúlískar hreyfingar mætast ákveðnar andstæður. Það er að segja, það er talað fyrir þjóðina og ákveðnum svona þjóðarhagsmunum og það er talað gegn alþjóðlegu samstarfi, en leið hafa þessar hreyfingar gert með sér ákveðið bandalag, það sem hefur verið kallað The Nationalist International, sem er beinlínis hreyfing þjóðernisinnar og popúlískra flokka gegn alþjóðasamstarfi, sem er nú eiginlega hálfkómísk að þessi alþjóðlegu samstarfi það. Og oft eru það einmitt mjög sterkir aðilar sem hafa hagnast mjög á alþjóðavæðingunni sem eru drifkraftar í þessu alþjóðasamstarfi og fjármagna það jafnvel. En auðvitað hefur það töluverðan hljóm, svo maður segi það, að gagnrýna alþjóðakerfið, hnattvæðinguna og forsendum fjármagnsins. Og ég velti því fyrir mér núna þegar ég les til dæmis gagnrýni þeirra sem eru að gagnrýna bæði evrópskt samstarf en ekki síður það sem Trump hefur verið að segja. Að sumu leyti endurómar það við nákvæmlega það sem ég var að segja í UVG á sínum tíma hnattvæðingu og forsendum fjármagns en ekki fólks. Og það tala beint inn í þá sem hafa mist vinnuna vegna þessarar hnattvæðingar og telja sig hafa orðið illa úti vegna alþjóðlegs samstarfs. Þannig að einhverju leyti
endurómar þessi málflutningur eða dregur þessi málflutningur svona dára af því sem til að mynda vinstrimenn hafa verið að segja á sínum tíma. Og það gerir svo flókið og erfitt að ná taki á popúlismanum að sumu leyti nefnilega gagnrýnin sambærileg við gagnrýnina sem hefur komið frá vinstri. Og þar að leiðandi segi ég held að vandi okkar vinstrimanna, því það var það sem ég átti að tala að mér finnst oft verið að spyrja réttu spurningana. Sem að einhverju leyti svolítið bannað að spyrja. Til dæmis að spyrja, allt frábært sem hefur komið frá EES? Ef þú segir nei, þá ertu bara, þá ert þú á móti alþjóðastarfi og ert einangrunarsinni. Frábært. Skilja, þannig að eðli máls samkvæmt þetta mjög óvinsælt viðhorf á svona tímum þar sem við sitjum annars vegar með alþjóðasinnaða fólkið sem svona með ákveðnum hlutum sem við teljum góð og svo hina sem eru einangrunarsinnar og á móti öllu alþjóðastarfi. Og það svolítið heimilar ekki og það held ég að sé hluti að vanda vinstrisins og spurningarna sem oft verið að spyrja eru bara góðar og gildar spurningar. Og það eðlilegt að spyrja sig, það gott að öll störf hafi flust yfir í aðra heimshluta? Hvernig ætlum við að svara því? Það gott að fjármálakerfið hefði verið þannig uppbyggt og ekki síst hér í aðdraganda kreppunnar að fjármagni hefði getið safnast saman með þeim hætti sem olli gríðarlegum skaða fyrir allan almenning. Þetta allt alþjóðasamstarf líka. Þannig að mér finnst við sem vinstri hreyfing þurfa að ráðast á vandann þannig að við að leyfa okkur að spyrja spurningana en svörin ekki þau sömu endilega og þessir hefðbundnu popúlísku flokkar hafa verið að koma með. Og við sjáum þetta nú, ég held að vera áhugavert að ræða eins Bretland, að því að einhverju leyti var Brexit og kosningin það viðbragð við því sem gerðist þar á 9. áratugnum og hvernig landinu var stýrt á svona hápunkti nýfrjálshyggjunnar í Bretlandi, að einhverju leyti held ég að Brexit hafi verið svarið við því, þó að það furðulega við það allt saman að þeir sem stýri þeirri umræðu séu fylgisveinar og lærisveinar, Margaret Thatcher sem þá stýrði í Bretlandi. Að mörgu leyti tel ég að svarið við því sem við getum kallað að róttæka hægri stefnu sé einmitt sígild vinstri stefna. Það að segja almenn velferð, jöfnuður, aðgengi að menntun fyrir alla, almennt heilbrigðiskerfi, sterkt félagslegt kerfi og slíku samfélagi sé líklegra að ekki spretti slíkir öfgasinnaðir flokkar. En það breytir því ekki að við sjáum þessa tilhneigingar, til dæmis með popúlísku flokkana og það annars ég held að vera áhugavert að ræða á öllum Norðurlöndum, þar sem þó eru þau samfélag í heiminum þar sem eru jöfnuður mestur, sterkustu velferðarkerfin og samt sjáum við þessa flokka ná alltaf 20% fylgi. Þannig að fyrir mig sem segi, hér þurfum við að horfa á að byggja upp almennilega innviði, sterkt samfélag, öflugt velferðarkerfi, þá spyr ég mig, af hverju ná þessir flokkar samt þessum uppgangi í svona samfélag? Það einhvern veginn auðveldar átt að segja á því í samfélagum þar sem ójöfnuður mikill, velferðarkerfið í mólum, við töluðum hér heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum, þú nefndir það, maður einhvern veginn átt að segja betur á því að þar sé mikill jarðvegur fyrir svona hluti. En hvernig stendur á þessu á Norðurlöndum? Að einhverju leyti held ég, alveg eins og ég vil segja að spurningarnar sem spurt séu góðar og gildir, þá líka alveg ljóst að popúlíski flokkar eru á einhvern nátt viðbragð við það sem við getum kallað andlýðræðislegt skrifræði, einhvers konar tæknileg nálgun á alla hluti. Það gerir hluta til að verkum einmitt að almenningur, hver sem hann upplifir sig fjarlægðan frá þeim ákvörðunum sem eru teknar. Tökum sem dæmi umræðuna sem núna hefur verið evrópskt samstarf, þar sem almenningur upplifir ákveðna fjarlægð frá ákvörðunum sem eru teknar. Það gengur illa að útskýra þær og fyrir mörgum hljómar þetta bara eins og eitthvað tæknilegt skrifræði. Og þetta auðvitað eitthvað sem sömuleiðis hlýtur að vera bara góð og gild spurning fyrir alla stjórnmálaflokka. Á þetta að vera svona? Á alþjóðasamstarf að virka þannig að þessi lausnirnar virðist bara einhver svona tæknilegir fítusar sem enginn getur útskýrt og það bara bent á einhverja andlitslausa embættismenn. Það getur ekki verið niðurstaðan og okkur finnst það í lagi. Og þá þurfum við líka að þora að spyrja hvernig breytum við því? Hvernig getum við unnið á einhvern nátt með það? En síðan erum við með þessa einkennilegu þversögn sem þú bentir líka á, Valur,
að leið og popúlistarnir stilla sér upp fyrir utan kerfið og segja hér nú þetta vonda kerfi og sérfræðingarnir og tæknilausnirnar og með þeim búið að hleypa öllum þessum innflytjendum sem eru að eyðileggja allt hérna fyrir okkur, þá þetta mjög oft einmitt aðilar sem eru algjörlega hluti af þessum sömu stjórnmálakerfum. Aldir upp í þessum sömu stjórnmálakerfum og í raun og veru brjótast fram svona nánast endurfæðast inn í þessa nýju hefð og komast upp með það. Og þá erum við aftur komin að svona því sem þetta hefur líka verið ein af þeim spurningum sem mig langar svolítið að spyrja. Er það bara eins og þetta hefur alltaf verið? Eða þessi tæknibreyting og þessi tæknibylting sem við erum að sjá í kringum okkur, samfélagsmiðlar, gerbreytt pólitísk umræða, hún að breyta þessu? Og ég ekkert alveg viss. Ég meina, við vorum hér auðvitað með ákveðna tegundir fjölmiðla áður og ákveðna tegund umræðu, kannski þetta bara orðið ýktara og yfirdrifnara með tilkomu samfélagsmiðla, kannski þetta bara nákvæmlega sama umræða og var hér þegar Þjóðviljinn skrifaði eitt og Tíminn annað og Mogginn það þriðja, svo ég nefni nú ekki Alþýðublaðið, og svo bara magnast þetta nú út með tæknibreytingum, eða erum við að sjá eðlisbreyting á umræðinni sem að ýta undir einföldu svörin við flóknum spurningum, sem að ýta undir aukin svona tilfinningasemi í stjórnmálum. Þetta eitthvað sem ég finnst að við verðum að spyrja okkur, því það það sem við sjáum og mjög mikið rætt til dæmis á Norðurlöndum, að þessi popúlísku flokkar þar hafi hagnast mjög á fréttum sem dreift með ógnarhraða og oft ósannar. Ég nefni í Noregi frægt dæmi þar sem mest lesna fréttin það árið var afrísk fjölskylda þar sem þau höfðu farið í Elko, eða hvað þetta heitir, El-Giganten í Noregi, og þau höfðu keypt sér 4 dýrustu tegundir af iPhone-um. Og þetta voru að sjálfsögðu hælisleitendur samkvæmt fréttinni og það var bara, hvernig þetta hægt, hér eru 4 hælisleitendur og þeir eru að kaupa sér síma fyrir 500.000 og þetta rosalegt. Svo var þetta bara röng frétt og það var einhverju alvöru fjölmiðlar fóru á stúfan og hringdi einhverja einustu El-Giganten og það hefði engin sómölsk fjölskylda mætt og keypt iPhone-a fyrir 500.000 og þetta var bara röng frétt og þetta var aðalmálið í Noregi bara marga vikur. En einmitt gaf framfaraflokknum algjörlega byrjundi bæjaða vængi þess að þetta alltaf alveg ómögulegt þetta kerfi þess að fólk bara hér á launum frá norska ríkinu fyrir að kaupa sér dýrustu tegund af síma. Þannig að erum við komin með eðlisbreytta umræðu eða hún bara ýktari en hún hefur áður verið? Og síðan það sem ég velti fyrir mér og ég held að tengist bara þessari stóru spurningu líka, erum við á þeim stað að þó að popúlistarnir séu ekki, þeir eru kannski ekki endilega í einhverju hámarki, en eru þeir ekki búin að ná að færa víglínu stjórnmálana? Það það sem ég að velta fyrir mér þegar til dæmis danskir sósíaldemókratar eru búin að gerbreyta sinni stefnu í útlendingamálum út af danska þjóðarflokknum. Erum við ekki bara að sjá bara gerbreytta víglínu í ýmsum málum fyrir áhrif popúlistara þó að þeir hafa ekki náð kannski fylgi umfram 20% víða. Mér finnst það áhugavert sem Valur nefndi hér áðan með munstri flokkan og popúlisman og Chantal Mouffe. Ég hef alltaf átt erfitt með það því hún hefur einmitt talað gegn því að mynda bandalag þá með sósíaldemókrötum og við erum ágætis dæmi það núna á Spáni þar sem verið að kjósa aftur eftir langar og þreyttar stjórnarmyndunar milli Podemos og sósíaldemókrata sem ekki gengu eftir. Þannig að það líka umhugsunarefni hvernig vinstri flokkar hvort að þeir geti nýtt sér aðferðafræði popúlismans til að mynda einhver slík bandalög eða hvort að það sé á einhvern hátt draumsýn. Þannig að ég ekki að koma með nein svör í mínu einleiki hér, meira að velta upp spurningum til að við getum tekið þær í umræðunum, en fyrst og fremst tekið það út úr þessu hversu óáþreifanlegt þetta hugtak að mörgu leyti en leið setja fram þau varnaðarorð og það mjög mikilvægt að við gerum ekki lítið úr spurningunum sem popúlistarnir að spurja, en ég held að svörin þeirra séu ekki réttu svörin. Ég held að við þurfum virkilega að velta fyrir okkur hver eru okkar svör við þessum spurningum sem oft eiga sér góð og gild rök og má ekki afgreiða bara út af borðinu í pólitískri umræðu sem einhvern þvætting eins og mér finnst því miður oft vera gert með slíkar spurningar. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Katrín. Jæja, þá komið að umræðum. Það spurning samt, meðan við erum að hugsa upp spurningar
Hvort, já, já, hvort að þú Valur vilji bregðast við spurningum Katrínar. Mjög mikilvægar spurningar. Já, þá bara komið að því að fá spurningar frá ykkur. Við erum hérna með þráðlausan mæk sem gengur bara á milli þeirra sem að vilja fá orðið, þannig ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur. Já, setjist þið hér, já, segja til nafns og varpa fram spurningu. Gjörðu svo vel. Álfur, já. Aðeins að í svona upphafi þíns erindis þegar þú varst að tala um aðferðafræði popúlismans, þá hjó ég eftir því þú sagðir notaðir hugtakið að múta kjósendur. Geturðu útskýrt aðeins betur? Já, gott kvöld, ég heiti Kolbeinn. Kærar þakkir fyrir þessi mjög svo áhugaverð erindi og ekki síður spurningarnar. Ég áttum ekki endilega von á loka svörunum. Ég var mjög ánægður með þegar þú varst að fara Valur yfir fortíðina, 3. og 4. áratuginn, að okkur hætti svo til þegar við horfum aftur í tímann að horfa að þetta var bara allt eins, allir þessar flokkar þá. Sem var náttúrulega alls ekki. Sem dálítið það sem við erum að gera núna, akkurat þegar við horfum á samtímann. Og segjum bara þessi flokkar eru allir eins, sem þið bæði fóru svo ágætlega yfir að ekki. Mér langar að velta fyrir mér kannski framhaldið þessar spurningar sem að Katrín kom inn á og ekki síður mikilvægis þess að spyrja spurningar. Hvort að svarið við þessu leynist einmitt í ekki spurningur heldur svörum viðkomandi flokka að í þessum nútíma, þessum hraða heimi og gríðarlega flókna. Þess vegna var að útskýra að þetta er svona út af því að einhvern tíma var skrifandi samning þarna fyrir 27 árum og svo gerist þetta og svo koma vinstri menn með ægilega flókna mállesingi að við erum að skoða hérna dialektíska efnishyggju og allt þetta. Kemur bara einfalda svarið. Þetta er ógnin. Það nákvæmt að utan eða innan í okkar samfélaginu og við erum með svörin með henni. Hvort að svörin séu kannski málið frekar en spurningarna. Og ég byrjaði þarna varðandi spurningunum múta. Ég hefði nú getað að fara nánar út í það, en bara því að ég heyrti þetta. Það er oft sagt, þetta er svona populist þegar fólk stjórnmálum að lofa ákveðnum kjósendahópum, einhverju, þá með fjárhaustri og opinberum sjóðum eða eitthvað svoleiðis, það er nú bara þannig, sem við hugsaum, þetta er notað, þetta er svo populist að þeim að gera þetta, það var nú bara sú meining, það var svo merking. Já, kannski aðeins svörin, Það er þetta með einföldu svörin og þessi tilhöndi tilfinningar sem ég held að leið og ég segi hérna áðan, mér finnst mikilvægt að við hlustum á spurningarnar sem popúlistarnir að spyrja, þá finnst mér einmitt svörin oft verða mjög einföld og mjög svona tilfinningamiðuð og það auðvitað hefur alltaf svo mikla útbreiðslu. Þetta er svona einfalda svarið við öllu. Og við einmitt förum frekar vinstri menn og byrjum að útskýra, já, hér var nú þessi ákvörðun tekin þetta árið þennan mánuðinn og það hafði þessi áhrif og þetta verður allt svakalega leiðilegt og þá veltir maður fyrir sér er framtíðin og þessi samfélagsmiðlar bara hreinlega verða til þess að það sé ekki rými fyrir flóknu svörin lengur og ég veit ekki hvort að það er bara einhver svona almenn heimsharmur sem alltaf hafi verið betri í gamla daga eða hvort að það er í raun og veru staðreynd að við séum að breyta pólitískri umræðu. Ég meina það er auðvitað mjög merkilegt og þetta veit Valur örugglega betur en ég, en það er mjög merkilegt til dæmis að Bandaríkjaforseti tjáir sig almennt bara á Twitter. En ekki í þessum löngu erindum sem var kannski svona aðalsmerki stjórnmálamanna fyrr á tíð. Ég heldur blaðamannafundi forseta, þetta var mikið mál og greinilega sumir sem áttu erfitt með að höndla þessa fundi, þeim svo Reagan, hún leið aldrei vel á þessum fundum. Ég var í Bandaríkjunum þannig í námi, fann það og hann hafði fáa fundi. Þetta var svona einhver í beinum tengslum við kjósendur. Ég held að eitt þú ert að tala um sem hefur breyst, það getur verið eitthvað, þessi nýju miðlar og svona, ég veit ekki, maður veit þetta ekki, hvort þetta séu eitthvað svona eðlisbreytingu þegar einhver svona straumar kom upp breiðast út og geta gert það með ógnarhraða. Ég meina,
Við munum bara, þú veist, andstæðan gegn Víetnamstríðinu, stúdentamótmælum, þetta bara breytist út allan heim. Þú veist, svo ég veit það ekki, hvort við það. En það sem hefur breyst og kemur náttúrulega fram líka núna í dag, að það miklu minni hollusta, flokkshollusta. Og það hefur líka þýtt að flokkar, þessi stóru flokkar sem kallað voru þjóðarflokkar, til dæmis eins og í Þýskalandi, þeir eru ekki lengur þjóðarflokkar. Þetta voru sósíaldemókratar og kristirídemókratar, þeir eru ekki lengi, svo þetta er allt miklu smærri flokkar. En má ég spyrja þig einu, nota tækifæri hérna sem nemandi í þessum stjórnmálaskóla. Sko, ég fyrst svolítið með franskri pólitík og þar í raun og veru bara yfir nótt hrundi flokkakerfið með Macron og hans flokki sem var eiginlega stofnaður bara í kringum hann. Og hvar myndum við flokka hann? Sem hann er eigi að síður maður sem tala fyrir öllum þessum hefðbundnu gildum alþjóðasamstarfs, alþjóðlegra stofnana, allt þetta. En leið verður hann til þess bara að franska flokkakerfið bara hrynur. Allir þessir hefðbundnu lýðræðislegu stjórnmálaflokkar. Og það er kannski eitt af þess ég kom ekki að. Við erum svolítið að sjá nýja tegund stjórnmálaflokkar sem eru bara svolítið byggður upp í kringum sterka leiðtoga sem taka ákvarðanir og það er ekki þessi svona lýðræðislegu grasróta stjórnmálaflokkar sem við þekkjum frá fyrir tíð. Hvernig var skilgreinan? Er hann ekki svona miðjumaður? Miðjulega Macron. Hvað séu? Já, svona miðhægri maður. Nei, hann var í stjórn Holland. Hann var í sósíalistastöð. Já, hann var ekki gleyma því. En hann er einmitt fóttið þar úr herri. Þetta er alveg rétt, hvernig hann bara gjörbreyttist. Svo ætlaði þessi stóra hluta náttúrulega Evrópufrakkar fyrir að Bretar frá Evrópusambandinu. Hann ætlaði náttúrulega hann er náttúrulega á þess að fara út í þá umræðu kannski hér, en náttúrulega þessi frakkar eru að hugsa núna og hann er að staða frakka hefur veikst gagnvart Þýskalandi náttúrulega síðustu ár, en hann vonast til að endurheimta þá stöðu. Hann vill það náttúrulega. Takk fyrir þetta. Ég heiti Gústaf. Ég langaði bara að spyrja, ég hjó svolítið eftir þegar í umfjöllum Vals og Katrín minntist bara á þetta rétt í endan, en það er þetta með ósannindin líka, sem við tengjum oft við populisma og sérstaklega við hægri populisma. Það er þetta með að halda fram í raun og veru þvælu og það er einmitt þessi staða vinstri mann oft að vera að berjast á móti henni, en að þurfa svona let them deny it, pólitíu einhver, og ég hugsa þá, bæði við höfum séð þetta hérlendis og Trump er náttúrulega þekktur fyrir þetta og svo, eins og Katrín mennist á í Noregi og við sáum líka við höfum séð oft hafandi búið í Danmörku, hafa séð sátt oft dansk fólki hvort ég gerði þetta oft og maður er með þessi fullyrðingar sem við heyrt sænsku hverfin þar sem löggan fer ekki inn í, sem einhvern veginn fær að vaða uppi aftur og aftur og aftur. En ég tók eftir því, Valur, að þú vinnist ekkert á þennan fítus. Er það eitthvað ákvörðun á bak við það? Nei, ég veit ekki. Ég er bara ekki svo viss um að þetta sé eitthvað alveg bara bundið við þessa flokka, Ég held að það hafi alltaf verið til í pólitík. En aftur á móti er sennilega auðveldara fyrir að koma svona út af nýjum félagsmiðlum að koma svo framfæri, meðan þessi mainstream fjölmiðlar áður fyrir hefðu bara ekki birt þetta, eitthvað svoleiðis, þessu auðveldara þannig sé. En ég tel að lygi í pólitík er alltaf til staðar, Hannah Arendt skrifaði nú grein Lying in Politics, það var 68 eitthvað svoleiðis. Við skulum fá fleiri spurningar. Takk fyrir. Já, Magnús Ingvi heiti ég og ég er svolítið stressaður. Ég hef aldrei verið svo langt út af vinstri vægnum. Heyrðu, þannig er ég kannski aðeins að gefa til á mig. Ég vinn fyrir Reykjavíkurborg og stýri einingu rannsókna og nýsköpunar á nýju sviði þjónustu og nýsköpunar og mitt hlutverk er að sækja styrki til Evrópusambandsins. Og það vil svo skemmtilega til að við unnum styrk sem fjallar populisma og lýðræði. PACE heitir hann, 3 milljóna evra styrkur og ensku Populism and Civic Engagement. Og það er auðvitað á að gera grein fyrir sögulegum forsendum populisma og frumforsendum og líka frekar nýlegum forsendum líka. Og reyna að greina hvaða ansvar Evrópusambandið gæti átt við.
sko, við þessari þróun og það er tekið á þessu sko, ekki hlutlagt heldur verið að reyna að taka á þessu konstruktív. En að því að Katrín spurði sko hvort það væri eðlisbreyting á samfélagi og stjórnmálum og nú er ég kannski bara að tala svona, ég er ekki stjórnmálafræðingur og og er svona að tala bara í gegnum mín kynni af þessum fræðimunum sem koma að þessum verkefni. Og held ég að sé klárlega eðlisbreyting á samfélagi og stjórnmálum og við sjáum það bara á vopnvæðingu tækni og vopnvæðingu lýðræðisins sjálfs. Og ég held að áskoranirnar séu sko, fyrir stjórnmálafólk séu gríðarlegar. Við erum að horfa fram á nýja tíma. Við sjáum hópuppsagnir í bankakerfinu hérna á Íslandi, líka í Bretlandi, fleiri þúsundir sem missa vinnuna og þetta kemur til með að skríða upp samfélagið allt. Og það þarf ykkur með að reyna að hugsa þetta og sömulegis sér maður til dæmis með tilkomu tækninar að með tilkomu tækninar þá eru hlutirnir allir, samfélagið er allt orðið gagnsærra og eitt sem við sjáum til dæmis er að vísindin sko, sem eru í eðli sínu mótsagnakennd. Þau eru í eðli sínu þannig að það eru mótsagnakennd og það eru niðurstöður sem að geta verið misvísandi og mótsagnakendar. Og fólk á erfitt með að gera sér grein fyrir því sko, hvað er sannleikurinn og hvað er rétt í þeim efnum. Og getur þess vegna valið að ekki bara að gagnrýna niðurstöðunar heldur líka að hafna þeim. Og við sjáum það líka í kringum okkur. Þannig að, og svo að síðustu, þá held ég að sé líka ágætt að gera greiningu að greina á milli sko, populískri aðferðafræði. Og við sjáum henni beitt út við það og svo eiginlegum populisma. En það virðist vera þunnt á svona hugmyndafræðinni hjá populismi. Það virðist meira að vera aðferðafræðilegar en nálganir frekar en hugmyndafræðilegar. Já, spurningin er eiginlega kannski bara svarið held ég við því sem að Katrín velti hérna upp og líka bara sömuleiðis takk auðvitað fyrir tölurnar. En ég kannski ekki minna að setja eitthvað spurningu, ekki nema þá bara hvernig þá við sjáum fyrir okkur að stjórnmálin geti sko þróast áfram til þess að takast á við þennan nýju veruleika. Sko þetta tengist náttúrulega það sem þú ert að segja Magnús er í raun og veru snýst bara fjóruðu innbyltinguna alla og áhrifin ekki bara stjórnmálin heldur vinnumarkaðinn, samfélagið og ég hef sjálf, þó að ég hef spurt þessara spurninga verið mjög hugsi yfir sko, breytinguna sem er að verða pólitískri umræðu út af samfélagsmiðlum og einhverju liti finnst mér pólitík vera farin að snúast minna stefnu og meira skoðanir á því sem er í dag, skiljiði, og svo er það búið. Að því að pólitíkusar heyja svo miklu meiri hluta af sinni pólitísku baráttu á samfélagsmiðlum og mér finnst þetta að vera breyting bara frá því að ég byrjaði á þingi 2007 þegar var ekkert Facebook, það var ekki til eða það var allavega ekki orðið íslenskur veruleiki þá að þá voru málin miklu lengur í umræðunni, barátta stjórnmálamanna var að komast í fréttatíma, nú er þetta búið fyrir hádegi, ef það gerist eitthvað fyrir hádegi þá er það gleymt í hádeginu. Og það þýðir að sko, stjórnmálamenn er einhvern veginn undir gríðarlegri pressu að hafa skoðanir á öllu en ekki endilega að vera fylgjengur í stefnu. Og það er þetta sem mér finnst vera hluta þessari óreiðu sem er á umræðinni, sem er ekkert endilega einhver meðvituð óreiða, heldur bara orðin ákveðin svona óreiða á miðlum. Og það einhvern veginn er enginn að velta því neitt fyrir sér þótt stjórnmálamaður segja eitt í dag og annað í gær og þriðja í fyrradag og við sjáum það bara alls staðar heiminn. Af því það er ekki gerðar sömu kröfur kannski, en svo getur vel verið að þetta sé líka fortíðar frá, að stjórnmálamenn sé að tala inn í stefnu heldur krafan nýja skoðun á hverju máli. Og stjórnmálamenn eiga að hafa skoðun á öllu, sem ég finnst ekki að eiga að hafa. En það er dálítið sko stemmingin í kringum samfélagsmiðlana, að það er bara alltaf, já þú verður nú að hafa skoðun á þessu. Já ég ætla bara ekki að hafa skoðun á þessu. Ég ætla bara að halda áfram að vinna stefnu sko. Af því mér finnst ekki að stjórnmálamenn eiga að vera skoðanavélar. En mér finnst þetta umræðu umhverfi vera að breyta því. Eða það er sko mín upplifun sem stjórnmálamann sem er búin að vera í þessu allt og lengi sko. Að krafan á mig núna er ekki endilega stefnan heldur að ég hefi skoðun á öllu. Hvað finnst þér það? Sem notandi stjórnmála. Ég vil bara taka undir sko, það er margir sem halda því fram að þetta sé mitt snúist volum mikið aðferðafræði. Og líka þegar ég var að benda á populistarnir geta svona prófa ýmislegt. Þess að ég sé þið byrjaði sem frjálshyggjumenn og sko, er að færa sig yfir dálítið, er að vera svona miklu meira á félagslegu hliðina. En samt sko, það sem er í grunninn
sem er svona kjarni hjá þeim er þessi þjóðernislega sko, einsleitni. Það er það sem þeir eru gegn svona, svo að það er svona sem er, og sumir vilji draga í efa að þjóðernishyggja sé kjarni í því populisma. Ég er enda rósamlega því, ég tel að svo sé. Tel að það sé kjarni, já. Það er dálítið áhugavert, já, því að sumir náttúrulega kenna sig, maður ætti þá að halda, kenna sig við alþjóðahyggju, en svo eru sumir eins og til dæmis eins og Podemos á Spáni. Þeir tala og þeir nota ekki sko nationalist, þeir tala patria, nota patriotisma og segja það sé, en alls er nota sem beinist ekki gegn útlendingum en eins og leiðis, en það sé bara skylda. Svo þeir að prófa þetta. Sumir hafa verið gagnrýnir á þetta. Þetta sé að opna á eitthvað sem er ekki að gera. En þetta er áhugavert, sko. Og ég meina svona populismi sem hefur verið í Suður Ameríku og svona, það hefur stundum verið nationalismi bak við það líka, vinstri populismi. Já, fáum næstu spurningu, gjör svo vel. Já, þetta er komment, sorry. Og svolítið í framhaldi því sem þú ert að segja hérna var sko með þjóðernishyggjuna og tengt þessum vinstri flokkum. Ég hef haft áhyggjur af því nokkuð tíma að vinstrið eigi svolítið erfitt með að díla við útlendingamál og við innflytjendamál og við regluverk og þá líka málefni hælisleitenda, umsækjandi um alþjóðlega vernd og málefni flóttafólks. Og það er svolítið áhugavert að þegar krísan, flóttamannakrísan náði hámæli, hún er ekki búin, sko. Hún bara, datt úr fréttum, sko. Það var einhvern veginn eina svari kom frá kanslara Þýskaland sem sagði, flóttamenn velkomnir og maður skynjaði svona kristinn undirtón, sko. Og og meðan kannski sitja vinstri selurnar í einhverjum etískum rökræðum, sko. Og mér fannst afhjúpa svolítið svona vangetuna, sko, til að fjalla þennan málaflokk með einhverjum strúktúral hætti. Og mér hefur fundist svo vangetun og mjög ábyrgandi líka hérna heima að það er rosalega lítil bæði svona fræðileg og svona pólitísk þekking á regluverkinu í kringum útlendingamál af því að okkur verðist einhvern veginn fallast hendur leið og við byrjum að tala regluverkið af því að regluverkið er diskriminerandi í sjálfu sér. Það segir að þeir sem eru fæddir einhvers staðar eiga réttindi og ekki aðrir og þá gefist við upp, sko. Og þá ályktum við landamæralausan heim en við byggjum engar pólisíur hvernig við ætlum að komast þangað eða hvað það þýðir í heimi dagsins í dag eða fyrir velferðarkerfin eða fyrir þessi norrænu velferðarsamfélög sem eru auðvitað norrænu velferðarsamfélög líka af því þau eru einhver leyti exklusív, sko. Þannig að mér langaði kannski svona aðeins að taka þetta upp, sko, í þessu samhengi bara með svona þessa kerfisbundnu nálgun sem að skortir en síðan þegar koma upp einhver svona einstaklingsmál sem varpa ljósi á úrréttlætið þá ríkur svona umræðan upp og við tökum öll þátt í henni og einmitt allir að segja skoðun sinni á Facebook og vera með á móti og það er náttúrulega bara með og en síðan hverfur þetta jafn óðum með þessum einstaklingsmálum, sko. Og þá verður svolítið svona ríkjandi þessi hugmynd bara þeir sem eru hérna, þeir hljóta eiga að fá að vera hérna og því okkur finnst það betra en þá dílum við ekki við samt kerfisbundnu þættina, hvar er þá réttlætið, sko, inn í kerfinu ef við ætlum bara að byggja það á svona mannúðlegri nálgun, sko, sem opnar hér og þar og hvað þýðir það líka fyrir, sko, populismann, ef við byggjum kerfið þannig og hvað þýðir það fyrir populismann þegar Angela Merkel sagði allir velkomnir hér, sko, flóttafólk velkomið hér og fyrir populismann í Þýskalandi en það er svona nokkrar stórar pælingar slags spurningar. Mjög gott. Þetta kannski tengist því sem ég var svona orða hér áðan að mér finnst við á vinstri megin í stjórnmálum stundum hafa veigrað okkur við að takast á við þessar erfiðu spurningar. Samanber það þegar við tölum alþjóðastarf og ef það er eitthvað sem okkur finnst gagnrýnivert í því þá erum við orðin á móti alþjóðastarfi. Og mér hefur til dæmis fundist þetta lofa við það ef maður hefur tekið upp, ég hef stundum tekið upp einhverja gagnrýni, segjum til dæmis á evruna sem gjaldmiðil
og ég man eftir því síðast ég gerði það, þá bara fékk ég yfir mig guðsuna, já hún náttúrulega hatar alþjóðastarf og Evrópu og alla þar, skiljiði, og maður bara það er einmitt þannig sem það er. Þannig að þetta er stundum þannig að fólk hættir sér ekki inn á erfiðu spurningarnar af því að leið og við segjum, ok, við erum hér með innflytjenda regluverk og leið og þú segir já við regluverkinu þá ertu orðin á móti innflytjendum. Og það er klípan sem mér finnst við hafa verið í, ekki bara vinstri menn, heldur bara mjög stór hluti fólks sem vill hafa einhvers konar regluverk, vill gjarnan taka á móti fleira fólki, en vill ekki að það sé án þess að umdæmi það sé rammi. Það er í raun og veru, held ég, langflestir sem í raun og veru staðsetja sig þar, en við heyrum minnst frá þessum aðilum í opinberri umræðu því við heyrum þá sem annarkvort vilja bara enga og allt það, eða þá sem vilja þennan landamæralausa heim og frjálst flæði og allt slíkt. Og þar erum við í raun og veru með raddirnar sem heyrast í þessari umræðu, en ekki litrófið allt á milli sem segir regluverk, hvernig regluverk, hversu strangt, hvaða spurninga ætlum við að spyrja, því þá ertu átómatist orðin komin í hópin á móti, því á móti innflytjendum í raun og veru. Þannig að mér finnst þetta að vera klemman sem við höfum verið í. Tek undir það. Og til dæmis líka þessum Brexit, svona bakgrunnurinn, að þegar Búlgurum og Rúmenum var hleypt inn í Evrópusambandið, þá kom miklu fleiri til Bretlands, þetta við fengum þó heldur en til annarra Evrópusambandsríkja. Og þetta var til þess að voru að flytja eitthvað svona þorp út á landi eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta var bara til þess að heilbrigðisþjónustan lamaðist. Þetta var svona bakgrunnurinn, við getum ekkert, þó að það hafi verið fyrst svona þessu fólki hafi verið tekið mjög vel, sko. Þannig sé ekkert illa, en svo bara þetta var svona, og voru ekki að fá þess að bætur frá ríkisvaldinu til að bregðast við þess að, sko. Þetta er akkurat, þetta er eitt. Varðandi Merkel, ég meina, það bara var til flokkur út af þessu. AfD var það flokki sem náði bara með 15% núna í skoðanakönnunum og er ennþá að nota þetta mál, þó þetta sé ekki þessi miklu færri sem eru að koma til Þýskalands núna en það voru þarna 2015. Miklu færri. Þetta er í raun og veru ekkert vandamál í dag, eða á líta á þetta þannig. Og þessi litið á þannig að það sé allt í lagi að Tyrkir séu með 3 milljónir flóttamanna frá Sýrlandi, sko, hvað fóru margir til Evrópu sinni tíma? Hvað heildarfjöldinn? 1,5 milljón eða eitthvað. Þess að í þessu samhengi er þetta náttúrulega að tala einhverja allsherjar kreppu, dálítið illt. Takk fyrir þetta. Síðustu forvöð að varpa fram spurningu. Lísa, einhverju fleiri? Komið sæl, ég heiti Lísa. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, nú hef ég lesið undanfæri nokkra greinar sem að mér finnst vera svona nýr tónn í umræðunum popúlisma. En það kann auðvitað vera að sko, þau skrifur auðvitað öll misgóð og ég ætla bara að leggja það yfir til grundvallar. En mér finnst svo orðræða að sko, vinstri popúlismi, að hann sé svona mikill heilagleiki og political correctness sé jafnvel að verða til þess að það sé aukning í hægri popúlisma. Hvað segið þið um þetta? Já, talandi að taka móti flóttamönnum og svona og fjölmenningarstefnu. Það þarf einmitt að svara þessu, vera tilbúin að svara þessu spurningar. Þannig að fjölmenning í Kanada, það var tekið upp í 1971 sem viðbrögð við aðskilnaði sem það Quebec-búar sem talaði frönsku. Það verið tvíþætt þjóð en þá voru fólk að öðruvísi uppruna að mótmæla, Úkraínar og þýskutalandi. Þess vegna tóku þau upp þessa stefnu. Í Þýskalandi, það var viðbrögð við vinnandi Tyrkja. Þú mátt ekki vera ríkisborgari, en hér er fjölmenning, gerðu svo vel. Og í Bretlandi, sem viðbrögð við svona efnahagsleg aðstæður frá fyrrverandi
keisradæminu, fólk sem komið til Bretlands, viðbrögðu því, sem leið til að svona forðast þessu. Men að það gæti verið gott, gæti verið slæmt, en maður þarf að vera svona tilbúin að svara, af hverju með svona stefnu, bara því að allir hinn með svona stefnu, eða hvað. Og þegar maður sér hérna íslensk börn innfætt að tala ensku í skólanum, frekar en íslensku, og fá ekki þjónustu á íslensku í búðum, það er svona alvarlegt mál og við þurfum að vera tilbúin að bregðast við þessu spurningar, ekki? Einmitt þegar kemur við pólitísku svona rétthugsun að gera. Takk. Já, ég heiti áfram Kolbeinn. Nei, ég velta þessu fyrir mig kannski bara það satt áfram þess að ég var áðan þessa einföldun, af því að eins og Katrín hefur verið að tala og maður horfir á fortíðina, Hér var að tala lygar eins og það var eitthvað nýtt í pólitík, þetta voru bara þínar lygar, þetta var þinn flokkur, þú fylgdir hans stefnu og það kemur stefnan líka, það var mjög einfalt, stefna þíns flokk, nú er komið upplaust þar, nú er komið þessi hraði, við sjáum uppgang populisma mjög oft, hann já, kannski minni í borgunum, við vorum bara núna í Ungverjalandi þar sem voru að tapa borgunum, við vorum á þetta með Erdogan í Tyrklandi, við sjáum Brexit á London, þú komst inn á New York. Sko, er þetta einhver trúdóisk draumsýnum bara valden, gamla, þegar lífið var einfalt, það voru einfalt svör og stjórnmálamenn voru bara með einfaldu svörin og stefnuna og þú þurftir ekki að hugsa mikið. Og þegar það er það, þá hvernig ætlar stjórnmálið þá að bregðast þið? Ég ætla líka að bæta aðeins við einni spurningu, nota tækifæri. Það varðar lýðræði í rauninni sem grunnþátt menntunar. Nú var verið að skrifa ritgerð þar sem það kemur fram að innleiðing lýðræðisþáttarins hefur ekki verið nógu markviss og já, þessir grunnþættir menntunar eins og læsi, þar sem átt að virkilega mitt að velta fyrir sér upplýsingum og að gera nemendur færum að meta upplýsingar með markvissum hætti og að bregðast við þessari miklu breytingu sem eru orðið á samfélaginu og ég velti fyrir mér í rauninni bara hvernig hægt að bregðast við þessu vegna þess að auðvitað menntakerfið eitt af þeim kerfum sem á að undirbúa okkur fyrir það að lifa í lýðræðislegu samfélagi. Þetta eru sem lokaspurningar, það eru 4 sem sagt, þannig að núna það er búið að loka sem sagt mælendaskránni, þannig að nú bregðist þið bara við þessum spurningum sem komið hér í lokin. Var þetta eins og þú sagði Lísa hvort að þessi áhrif vinstri pop á hægri pop eða auka vinsældir hægri populisma, ég veit það ekki, en það sem eitt svona sem ég fór ekkert út í en þarf alltaf að hugsa og það gagnrýni bæði á vinstri og hægri populisma. Þessi ákveðin, það er svona ákveðin krafa meiri þáttöku, almennings, sem á að vera jákvætt og svoleiðis, en það sé ekki alveg verið að hugsa þetta til enda með þess að stytta þessa boðleiðir, koma þess inn á þetta, milli almennings og valdhafa. Og það leiðir til þess að meðan þeir sem eru þarna á milli, og svona frjálsfélagasamtök og eitthvað svona og það verður líka verið að veikja flokkana sjálfa líka. Það leiðir til þess að það geta komið upp mjög sterkir leiðtogar sem sýna einræðistilboð. Og þess vegna hefur verið að tala til þess Chávez og eitthvað svona, þá verður þetta hálfgerðir einræðisarar. Og þetta sé eitthvað innbyggt dálítið í þessum hugmyndum, á bæði á vinstri og hægri. Svo því hefur verið deilt á þetta líka, en þetta er svona alveg spurningamerki. Og þetta er spurning, hvort þetta ýti undir svona einhverja svona tilburða, svona valdbóðstilburða. Og varðandi fylgi flokkana, þetta er rétt, þetta er líka bara í Bandaríkjunum, hvar er fylgi Trump? Þetta er ekki í borgunum, þetta er fyrir utan borgirnar og svoleiðis, En þetta er samt alveg áhugavert, sumstaðar, að það sem íhaldsflokkar eru sterkir fyrir,
þá fara hægri populistarnir að keppa við sósíaldemókratana í borgunum, til dæmis, sko. Og það er að gerast með því einmitt að leggja áherslu á þessu velferðina líka, sko. Svo að þetta er ekki einhlít, sko, en þetta er flókið, sko, og svo er þið lítið á, það minnst svo kosningarnar, þó þessi ekki kannski, þó ég vildi ekki flokka Kaczynski og þennan pólska flokk sem hreinrættan populistaflokk, að þá sér hvað fylgi hans er. Það er allt í sveitunum, meðan sko vinstrimennir í borgunum. Þetta eru svona hlutir. Þegar tegum að menntunina, ég veit ekki hvernig á að lýðræðið, ég veit ekki alveg hvernig á að þetta bara almennt, þetta á að fjalla þetta mikið. Þetta tengist, það er líka einhvers mótsögnum, sko. Þó sumir vilja meina það að þessi populistar séu ekkert lýðræðissinnar og leið þau komist til valda, þá munu þau byrja að brjóta niður lýðræðið. Ég meina, það er ákveðin hætta. Mér finnst það ákveðin hætta á þessum populisma, að þeir bara, sama hvað þeir segjast vera miklu lýðræðissinnar, þá séu þeir ekki í raun. Þú veist, það er bara, svo það verður að hafa það. Já, þú veist, þá finnst mér við komin á spurninginu hvers konar lýðræði, sko. Erum við að tala lýðræði þar sem við erum að reiða okkur meira og meira á þjóðaratkvæðagreiðslur eins og þú nefndir hérna áðan, eða erum við að tala þetta frjálslynda lýðræði sem hefur verið talað þar sem eru ákveðnar stofnanir, ákveðnar grundvallar lýðræðislega stofnanir, þar sem réttur minnihlutans er varinn, þar sem mannréttindi eru ekki sett í atkvæði til dæmis. Það er eitthvað sem heldur er bara afgreitt á vettvangi fulltrúalýðræðisins. Þar finnst mér hins vegar lent í ákveðinni klípa því það er búið að tala til dæmis mjög mikið niður hefðbundin stjórnmál og stjórnmálaflokka sem eru samt uppbyggðir með mjög lýðræðislegum hætti og þessi nýju flokkar sem hafa verið að koma inn eins og ég kom aðeins að hér áðan ekkert allir byggðir upp með einhverjum lýðræðislegum hætti. Heldur eru byggðir upp jafnvel í kringum einhvern einstakling sem ræður flokknum og hversu lýðræðislegt er það. Þannig að sko mér finnst þetta að vera spurning hvers konar lýðræði erum við að tala og það tengist því sem þú nefnir Berglind innleiðinguna á lýðræðisþættinum sem við komum nú saman að því að setja hann í aðalnámskrá. Ég held að það hefur aldrei verið mikilvægara að velta því fyrir sér sko hvernig erum við að umgangast. Ég meina ég hef bara fer alltaf í bókabúðir og það eru allar hillur að svigna undan svona doðröndum bara how democracy is dying, how democracy is failing, the democracy is dying, skiljið, þetta er bara heil rekki, þetta er bara eins og sjálfshjálparbækur, bara dauða lýðræðisins. Og mér finnst við vera stödd í ákveðinni krísu, af því mér finnst sko þeir sem tala mest fyrir lýðræðinu eru þeir sem eru ekki endilega að tala fyrir þessu svokallaða frjálslynda lýðræði, þessum undirstöðu stofnunum sem við reiðum okkur á til að tryggja mannréttindi. Því lýðræði getur einhvern veginn ekki verið frjálslynd lýðræði án mannréttinda. Ég held að það sé lykilatriði og það var raunar lykilatriði í téðri námskrá og við getum ekki fjallað lýðræði án þess að huga að mannréttindum leið. Og mér finnst það vera það sem vantar svolítið í lýðræðisumræðuna hjá popúlistunum, það er bara lýðræði en ekki þessi endi. En þá kannski tengi ég aðeins yfir það sem þú sagðir Guy með fjölmenninguna og svo þjóðmenninguna. Og þar finnst mér við aftur lent í þessari svona svolítið jaðarsetningar umræðu, sko. Ég held einhvern veginn að fjölmenning snúist það, einmitt líka að elska sína eigin menningu og þá einmitt getur maður elskað alla hina menninguna. En leið finnst mér það vera svona sorglega sjaldgæft viðhorf þegar við erum að ræða þessi innflytjendamál, hversu mikil tækifæri innflytjendur hafa til dæmis búið til bara í Evrópu sem er heimsálfa sem er að eldast mjög mikið. Hvernig ætlar Evrópa að lifa af efnahagslega? Hefur Thomas Piketty spurt og hans svar er já, einmitt með innflytjendum. Því það eru þeir sem munu skapa öll verðmætin í Evrópu á næstu árum og áratugum. Og þetta finnst mér ótrúlega lítið til dæmis í umræðinni í kringum þessi mál. Það eru verðmætin og bara þessi svona, sko, þetta snýst ekki bara réttlætið og það sé alltaf grundvallar hugsunin heldur líka bara efnahaginn og samfélagi, hvernig við ætlum að byggja það upp og hvernig innflytjendur hafa gert það bæði efnahagslega lífvænlegra en líka bara betra samfélag. Þannig að þetta er sko því miður þessi umræða tengist því sem Halla sagði hérna áðan, við höfum ekki eiginlega alveg náð inn í þessa umræðu ennþá. Og síðan bara lokum, þetta er nú allt svo ótrúlega gáfulegt hérna,
sem er það sem svona lesringir eiga að gera. En mér finnst kannski spurningar Lísu og Kolbeins dálítið tengdar, sko. Það er að segja að einhverju leyti, mér fannst kannski þú verið að tala meira um móralisma í pólitík, Lísa. Það er að segja svona ákveðina svona pólitíska rétthugsun eins og orða það, sem ég myndi kalla kannski móralisma, sem að einhverju leyti skapar andrými fyrir hægri popúlista. Því það er alltaf, og nú þarf Valur að segja eitthvað, en það er, já, nei, sem er gott, sko, það er þetta, sko, þú veist, það er alltaf ákveðin hluti fólk sem fer út og keyrir í margar hringi á bílausadeginum, af því finnst því svo aðþrengt, sko, að það sé verið að segja því að gera eitthvað, skiljið, og það er þessi tilhneiging sem mér finnst ég stundu sjá. Hvað segir það, Valur? Já, þetta er akkurat punkturinn sem er móralismi og reyndar, og það er alltaf hættulegt líka hverjir er að tala um út frá móraliskum, þeir geta verið sjálfir, ekki borið ábyrgð ýmsu, eins og segi, þessir flokkar svokölluðu sem voru svona kjölfestin í frjálslyndu kerfi, lítið á fjármálakreppuna og allt saman, þar er ábyrgð, það má ekki segja þessu öfl ber ekki ábyrgð, þú veist, og að samt það er svona tendens að metamoralisera og þetta sé dálítið hættulegt og það eru margir á vinstri væng líka sem vilja það ekki. Það var hægt að moralisera með það, þú veist, en á sama tíma, þú veist, þá bara þetta bergmál úr fortíðinni er líka, þú veist, þetta er ekkert nýjar hugmyndir, að vera á móti minnihlutahópum og eitthvað svona, menn þetta er bara komið upp aftur, þú veist, svo það er alveg erfitt líka að moralisera ekki. Já, ég held að við höfum náð bara að tækla alveg ótrúlega mörg og mikilvæg málefni í tengslu við lýðræði og popúlisma hér í kvöld. En nú verðum við að láta staðar numið. Klukkan er 9:30 og ég þakka kærlega fyrir. Takk.